Gott kvöld, velkomin í Fokkfréttir. Virtasti eldfjallafræðingur Íslands orðinn skattakóngur eftir að hafa selt fjölmörgum erlendum ríkjum aðgang að nýju appi sem hann hefur þróað. Í appinu spálíkan sem sýnir alltaf 2 mismunandi sviðsmyndir, til dæmis að það gjósi eða gjósi ekki, að land rísi eða rísi ekki og hvort eldgos verði stórt eða ekki. Ríkisstjórnin hefur tilkynnt nýjan áfanga í húsnæðismálum. Hún ætlar að gera ekkert en ætlast til þess að almenningur verði þakklátur fyrir stöðugleikann sem fylgir stöðugu húsnæðisleysi. En að menningu, ný óperusýning hefur verið frumsýnd en í henni allur textinn sunginn í gegnum Teams-fund. Gagnrýnendur segja að tæknivandamálin hafi verið sannfærandi og hrósa sérstaklega atriði þar sem tenórinn frýs með opinn munn í 5 mínútur. Í efnahagsfréttum það helst að íslenskir bankar hafa ákveðið að sameinast í eitt risafyrirtæki sem fær nafnið Seðlabankinn og félagar. Nýja vörumerkið lofar einfaldari þjónustu þar sem allir vextir hækka sjálfkrafa þegar einhver hugsar að kaupa sér brauð. Og þá að veðri, Veðurstofan spáir vindhraða á bilinu 0 til 120 km á klukkustund með líkum á úrkomu nema þar sem verður þurrt. Landsmenn hvattir til að aðlaga sig að því sem gerist. Þetta voru Fokkfréttir, við bendum á að þið eruð ekki í draumi heldur vel fjármagnaðri martröð.